Við höfum stundu talað skatta hérna við rauðaborðið, þú veist hvort að skattarnir hafa hækkað og lækkað og skatta sem að voru og hafa horfið. En í kvöld langaðum við kannski að fjalla það hvernig þetta komast, hvernig fyrirtæki og þar með fjármagnseigendur og fyrirtækeigendur komast hjá því að borga skatta og Indriði Þorláksson komin hingað, þessu blessaður. Hansar. Ég man einhvern tímann að ég heyrði þið segja að það ætti að gera það sama við eignarhaldsfélög og það var gert við aflandsfélög sem þannig að það sé bara litið framhjá þeim að þau séu sjálfstæði skattaðalar. Þannig að ef að þú átt aflandsfélag þá það bara, þú rukkaður skatta eins og það sé ekki til. Og mér heyrði ekki betur en þú var eiginlega að leggja það til að það ætti að gera það sama við eignarhaldsfélög. Það, skildi ég þið rétt? Það er rétt, það er ein leið sem að fara inn í sumur löndum að... En þetta virkar svo róttækt á Íslandi? Já, það gerir það, en staðreyndin er svo að mörg eignarhaldsfélög ekkert annað en svona bara bankareikningu viðkomandi. Skel? Þetta er bara skel sem að ekki með neina starfsemi. Þetta nokkur konar svona, komum við segja, fjárhagslureikningur sem að í banka. Nema bara þarna það í nafni aðila sem að ber sjálfstæða skattskyldu og verður til þess miðað við skattalögin að tekjur þessar aðila eru alltaf skattfrjálsar og eignirnar eru náttúrulega skattfrjálsar meðan ekki eignarskattur og þar að þau ekki gefa reikninga þessa félagi kolranga mynd af í raunverulegu stöðu þessa félags bæði eignarlega og teknarlega. Ef við erum að skilja þetta, segjum að það sé hérna maður sem á fyrirtæki og hann geymir eignina í fyrirtækinu í eignarhaldsfélagi. Fyrirtæki borgar arð upp í eignarhaldsfélagið, þarf hann þá ekki að borga skatt? Nei, arðurinn frá öðru félagi er skattfrjáls eignarhaldsfélaginu. En þegar hann tekur... Ef hann tekur þetta út fyrir sjálfan sem persónulega þá borgar hann fjármagnstekjuskatt. Það er algengt að menn geymi þarna uppsafnaðan arðgreiðslur til langs tíma. Já, til dæmis ef að og svo hækkar það líka verði, líklega eignin sem hann á. Já, við komandi aðili hugsanlega og vendarlega á launum hjá sínu rekstrarfyrirtæki og fær þannig laun til framfærslu þannig að það sem fer inn í eignarhaldsfélagi það bara hvílir þar á skattlagt. Og þetta gildir ekki bara arðin, heldur að síðan 2008 sem við gerum breyting að söluhagnaður af hlutabréfum, hann var líka getur skattfrjáls. Hvernig var því breytt fyrir? Það var 2008, bara rétt fyrir hrunið svona. Þú varst nú aðstofamaður Steingríms eftir hrun, gáttu þið ekki breytt þessu? Jú, það hefði verið þess virði að gera það, en það var í svo snúast á þeim tíma sem að mann er kannski yfirsátt þetta. Ég gerði mig bara alls ekki grein fyrir því þegar þessi breyting var gerð að hún hafi verið gerð. Já. En söluhagna gilda náttúrulega svona, hagfræðilega séð allra reglur heldur en arð. Já. Meðal annars arð er ekki hægt að borga út eða á ekki að borga út nema að hagnaður hafi myndast í fyrirtækinu meðan að ekkert slíkt á við söluhagnað í hendi þriðja aðila. Þannig að þessi breyting hún er gerð og reyndar í lagafrumvarpinu sem að leiddi til þessar breytingar. Þá var þetta rökstutt með því að auðvelda eignarhaldsfélögum útráð sem að þá var áleitin mikil hér björgun og bergvættur á þeim tíma. Auðveldum útrás með því að þeir þurfti ekki að borga skattin á söluhagnaðinum og getur bara farið með peningin út. Akkurat, eða í aðra starfsemi sem að það. Þannig að En áhrifin af þessu eru að því að núna skattahæsta fólkið á Íslandi er yfirleitt út af söluhagnaði. Það eru menn sem hafa verið að selja fyrirtæki. Held að núna verið í fyrra hafi skattakóngurinn eða svo sem var mestu tekjurnar. Hann seldi litla útgerð á Snæfellsnesi og hafði tekjur upp á, ég man ekki hvað það var, 3,7 milljarða eitthvað leys. Já. Hann hefur líklega bara átt þetta sjálfur, en ef hann hefði geymt eignina sína í útgerðarfélaginu, í eignarhaldsfélagi, þá hefði hann ekki borgað skatt af þessu. Ekki, hann hefði ekki borgað skatt af. Og getur hann bara geymt þennan pening bara inn í félaginu og mjallað hann út? Já, hann getur gert það. Það er náttúrulega spurning alveg hvernig eignarhaldurinn er fyrir komið en þetta gæti verið niðurstaðan og vissulega
fer stór hluti af tekjum í samfélaginu, af rekstrartekjum í gegnum eignarhaldsfélög út í aðra eigni, því að þessi eignarhaldsfélög þau náttúrulega liggja ekki á peningum í banka, heldur þau kaupa hluti í öðrum fyrirtækjum og svo framvegis og framvegis. Án þess að borga skatta af. Já, og þannig að fræðilega og ég rekna með þó nokkur meðli raunverulega þá liggja þarna tekjur og eignur inn í þessum eignarhaldsfélögum til Eliðanóns eða við skulum segja þar til að viðkomandi eigandi hér gefur upp skóluna og þá færist þetta yfir á erfingjana með litlum fjármagnstekjuskatti og leikurinn heldur áfram þannig að þetta er trúlega svona, hvað maður segja, stæta svona skattaskjól sem að er virkt á Íslandi í dag eftir að aflandsfélögin svona dofnuði heldur. Það eru félög sem eru bara hér innanlands. Skattaskjólin eru hér bara í ármúlanum og... Það eru skráð 77.000 eitthvað, 75-77.000 félag á Íslandi. Og EHF. Sem að, allt félag og EHF og HF, langmesti hlutin náttúrulega EHF. Þar af greiða innan við 20.000 félag tekjuskatt og ég held vel innan við helmingu borgar tryggingagjald sem að því segir okkur að helmingur sem félagum er ekki með neina launaða starfsemi þar sem greiðan og maður spyr sig hvað þessi félag er að gera ekki aðeins það heldur að þeim fjölgar svona 1000 til 1500 á ári án þess að þeim sem að greiða tekjuskatt fari fjölgandi í samræmi eða nála til sem að segja mér eitthvað er þarna eftir einhver er að slæjast á þessum vettvangi. Það sé miklu hagkvæmara jáfnvel með lítinn rekstur að vera með EHF og njóta skattastöðu þess heldur en að vera launamæður. Já, sko, í launamæður held ég að í fæstum tilvikum, eða kannski ekki fæstum en í mjög mörgum tilvikum er ekki neitt rekstur, þetta er bara eignarhald á. Þú ert ekki að tala svona iðnaðarmenn sem eru EHF? Nei, þeir eru borga og það sem er líka sérstætt við þetta er að iðnaðarmenn, verkfræðingar og læknar og svo framvegis sem að reka sína starfsemi sem eignarhaldsfélög, þeim ber að reikna sér ákveðið endurgjald, lágmarkslaun sem að þeir greiða síðan almennan tekjuskatt af. Ef að maður situr sem framkvæmdastjóri í sínu einkahlutafélagi sem sýsla bara með pappíra, hlutabref og því þá er engar slíkar skyldur á honum. Hann þarf ekki að reikna sér krónu í reikna endurgjald og getur þess vegna verið eins og mann sjá líka á skattskránum annarkvort mjög lágar eða alls engar almennar launaþjálfur. Nú er verið að ræða það að breyta þessu út af gagnrýni af því að fjármagnstekjur ber ekki útsvar, þetta eru ekki að borga útsvar. Að þá er verið að tala um að laga þetta með því að skylda þessa sem að þú ert að lýsa, að reikna sér einhver laun, svo þeir borgi eitthvað útsvar, en þeir eru þá náttúrulega að borga bara pínulítið, eða þess að útsvara bara örlitlum hlut af öllum tekjur sínum. Já, það er vantarlega þannig. Hvað finnst þú þessa hugmyndir? Sko, þetta er vissulega til bóta, má segja allt sé til bóta í þessu efni, en hvort að það sé hvað maður segja, viðurandi niðurstaða að hátekju og háegna menn þjóðarinnar þeir greiði til samfélagsins að vinnu konu útsvara eða eitthvað þess aftur er svo annar spurning sem ekki er held ég. En eins og er rætt þetta hjá Bjarkey Olsen var að tala um þetta nýri þingi og það hljómaði eins og þetta vera svona svipað svo reiknaði endurgjald fyrir vinnu. Þannig að menn myndu borga eitthvað, en þá eru menn kannski að borga af eins og þessu bara með 400 skall mánuði. Það menn sem eru kannski með 10 milljónar mánuði. Já, ég man nú ekki hvað sko hæðsta reiknað endurgjaldið í kerfinu en það er einhvers staðar held ég, kannski 1,2 milljónir á mánuði fyrir þá sem eru hæðst launaðir. Læknar eða? Já, verkfræðingar og það kannski eitthvað meira en það er ekkert nálægt í sem að hvað maður segja, þeim hagnaði sem að rennur í gegnum þessi eignarhaldsfélög. Þú sagðir áðan að þetta væri öðruvísi í öðrum löndum. Þetta er með ýmsum hætti. Ég þekki ekki til eins land þar sem að þessar reglur eru jafn frjálslegar og hérna. Ég hef til dæmis í Bandaríkjunum að þá séu svona enga hlutafélög
ekki með sjálfstæða skattaðild, þar að segja þessi skatla hjá eigandunum ef að eigandunir eru færri en einhver tiltekinn fjöldi og svona með þess. Og síðan eru reglurnar sölu hagnað, sérstaklega skattverðis hans held ég valla nokkur staðar jafn hagstæðar eins og hérna, þar sé þessi skattfrjáls með öllum. Það eru sumstaðar til. Eru við þá gott samfélag? Eru við þá gott samfélag? Fyrir suma, já. Fyrir fáa? Já, því miður. Af hverju heldur það sé? Þú nú hérna Sko búin að lifa innan kerfisins ég bara og undanfæri horta á það auðvitað frá. Já. Af hverju þetta svona hjá? Sko ég veit ekki, þessi þróun hún byrjar 1995 þegar að við yfirtökum félaga löggjöf Evrópusambandsins. Þá bara okkur að opna þetta engan hlutafélaga fyrirkomulag sem gert og þá það gert á mjög frjálslegan hátt þar sem minni höfnur á því og held ég almennt séð í öðrum löndum. Og þar við bæti síðan að þessar sérstöku skattareglur, þar að segja skattfrelsi arðs, kemur inn líka vegna áhrif frá Evrópusambandinu, þar að segja skattfrelsi arðgreiðslna á milli móður og dótturfélaga. En þar fyrst og fremst verið að tala virkfélög sem eru í alvöru starfsemi, ekki bara í fjármálastarfsemi. Og ef ég maður rétt að þá eru til dæmis normenn með þessa reglu þrengdi þar að segja að skattfrelsi og arði miðast við framleiðslu eða virkfyrirtækin, ekki svona pappírsfyrirtæki. Þannig að þetta misjafnt á milli landa og hérna hefur raun og var ekkert verið gert til þess að stemma í stigu við þess heldur kannski fremur að auka þessa möguleika í þeirri trú að peningar að þeir skapi velsæld. Ríkið ekki taka peninga af hinnum ríku. Akkurat, það svona. Þetta svona eins og Liz Truss að halda fram í Bretlandi í dag. Já, það er svona svipað en þannig. En sko hvers vegna menn hafa látið þetta viðganga svona lengi og vinda upp á sig, sko engalhuttögunum eða félögum á Íslandi hefur fjölgað úr eitthvað 10.000 í kringum 2.000 í yfir 70.000 núna. Þannig að það segir manni að menn að sækja í það sem minni skattita. Já, það bæði verið að sækja í þetta sem bara, eins og segir, svona skattaskjól. En við séum líka orðið mikið fjölgun á því að þeir sem voru í sjálfstæðum atvinnurekstri sem enga aðilara, að þeir hafa breytt yfir í hlutafélagaform, sko. Og það svona viss skattahagra í því líka en sérstaklega varðandi þess aðila sem að ekki í neinni virkri starfsemi og það má segja að sömu ríki að þau beita sér svona gegn þessu til dæmis í Bandaríkjunum að þá óvirk félög þar segja sem eru í óvirkri ekki virkri atvinnustarfsemi þau eru útilokkuð frá hlunnindum samkvæmt tvísköttarsamningum þannig að í raun voru viðurkenna Ameríkanar ekki tilvist svona félaga sem alvöru félaga í sínum tvísköttarsamningum. Hvað, ef við myndum breyta þessu, hafi þetta svona svipað og almennt gerist annar staðar, hvað erum við að tala mikið af töpuðum skattekjum í dag út af þessu? Ég hef ekki hugmynd það. En þú ert búin að vinna lengi í þessu ef þú kemur með svona menntað ágiskun eins og sagt þér. Ég veit ekki, það er alveg ljóst og þetta hleypur á milljörðum og vantarlega 20 milljarðar sem að renna þarna út umfram það sem að væri ef við verum í sambreytt kerfi og annars þar. Já, sko, þetta víða vandamál. Þetta ekki bara hérna. Þetta víða vandamál og þetta svona hluti af svona skattasniðkuguleiðum sem það sem að við, þurfum fyrst og fremst kannski glíma við þessi mismunandi meðhöndlun á fjármagnstekjum og almennantekjum. Bæði hvað var það skatthlutfall en líka varðandi það hvernig þær verða til og hvernig þær eru skráðar og hvort þær koma fram á framtölum einstaklinga eða ekki. Það er það og hins vegar náttúrulega þetta atriði að félagaformið eða það form sem við velja sinni starfsemi að það hafi ekki svona afgerandi áhrif á skattakvaðir
þeir einstaklingar sem standa á bak. Þannig að ég ekki að vera þannig að ef þú flyttur þessu frá því að borga skatta eins og launamaður yfir því að vera með EOF, að það bara lækki skatta þannig umtalsvert. Já. Það er náttúrulega færa, þá flytja sig bara allir eins og þú ert til að taka dæmi af með fjölgun félagana. Já. Það þýðir eiginlega það að skattlagningin hjá EOF megin er bara of lág í samanburði eina. Og ég held að... Og þarlendi eru launafólk að borga ofháa skatta, því að segjum allra jafnveita, þá getur líka lækka þá launaskattin. Þannig að þeir sem eru að borga launaskatt eru að borga skatta fyrir hina sem hafa komið sér yfir í eignarhaldsfélög. Já, og líka sko sem munu örugglega reka sig á núna þegar talað að tryggja það að allir borgi útsvar, að þá er spurningi hvernig ætla menn að gera það. Ætla menn að láta nægja eins og þú myndist á að búa til einhvern svona gerfi útsvarsstofn sem að hljómar þannig. Þá þýðir það vendarlega fyrst og hannst að þau sveitafélög þar sem að svona ríkari helmingur þjóðarinnar kýsa búa, þau munum vendarlega hagnast á þessu. Meðan að hinn hafa óskuplítið upp úr krafsinu og þetta myndi enginn hátt sko jafna hvað maður segja hallan á skattbyrðinni milli einstaklinga eftir tekjum sem er hendi. Fyrir þetta hefur sáralítil áhrif á raunverulega skattgreiðslu þessar aðeina. Eitt sem kemur í umræðinni þegar við erum að tala að hækka fjármagnstekjuskatt sem hefur komið fram núna. Það er til dæmis BHM og BSRB að gera umsagnir fjárlagafrumvarpið og þau eru bæði að leggja það til. BSRB leggur nú upptöku eignarskatta. Annars, en þau tala hækkun fjármagnstekjuskatt. Þegar það er gert, að þá kemur andmæli sem að segja það að þið verið átt okkur á því það er búið að skattleggja þessa peninga, sem er það að við eigum að leggja saman tekjuskatt fyrirtækja og fjármagnstekjuskattin og þá kom í ljós að fjármagnseigandinn sé að borga sambarlegt skatthlutfall og launamaðurinn. Kaupir þú þessi rök? Sko þetta er að vissu marki rétt. Varðandi það sem félagi borgar skattin og þannig arð sem er borgað til einstaklinga. Það sem ég er að benda er að stór hluti af þessum arði sem er greiddur út úr framleiðslufyrirtækjum svo framvegis, hann fer ekki til einstaklinga, heldur hann fer til enga hlutafélaga sem eru þar sem hann er skattfrjáls. Þannig ég held að stóra máli í þessu sé kannski þess að þessi félagasamtök leggja áherslu með eignarskatti, hugmyndin og rökin á baki stórregna eða auðlegðarskattin á sínu tíma var að ná til þessi óskallaða fé sem hefði safnast upp í eignarhaldsfélögum. Og það var gert meðal annars með því að auðlegðarskattin var lagður á í 2 áföngum, annars fyrsta þrepi var að skattleggja það sem að talið var fram í skatt fram til einstaklingsins, en í næsta þrepi að þá var litið á eignirnar, þar að segja hvað væri hér eigið fé þeirra fyrirtækja sem að þessi viðkomandi einstaklingur átti og það sýndi sig að með því að þá næstum tvöfaldaðist auðlegðarskatturinn. Það getur ekki verið flókið að gera það réttlátt í að í sumum félögum eru eigniskráðar á nafnvirði sem er kannski langt undir þetta náði fyrst og fremst í að leiðrétta það er eignir sem voru í skráðum hlutafélögum því að aðrar eignir í félagslegar eignir voru eins og segja meira minna á einhvers konar nafnverði eða kaupverði fyrir 20 árum síðan eða hvað þess að þannig að þetta er ekkert einfalt að gera þetta. En þú heldur að ef að við verum að ráðleggja BHM og BSRB sem voru með þessar að það var meira upp úr því að fella eignarhaldsfélögin með einhverjum hætti skattalega heldur en að vera að hækka fjármagnstekjuskattin 1%, 2% eða 3%. Já, ég held að ef við líta á þetta hvort sem er frá tekjusjónarmiði eða bara frá réttlætissjónarmiði að þá sé sá hluti sem er falinn inn í óskattlaðum aðilum, óskattlaðum hagnað, óskattlaðum eignum inn í eignarhaldsfélögum sem mikið stærra en það sem að kæmi ljós með hækkun á hér fjármagnstekjuskattinum. Ég spurði áðan, af hverju er þetta svona hjá okkur? Af hverju er svona slakari skattinnefnda að þessu leiti allavega og kannski að mörg öðru leiti. Það er nú verið haldið fram að hér séu skatta undanskot og skattsvik eftir meir en annars þar. Það eru eitt af því sem var svona áfallið þegar fólk sá inn í Panama-skjölin að þá leit svo út að
Íslendingar hafi notað skattaskjól bara miklu meira heldur en aðra þjóðir. Þannig að rýmislega sem bendir til þess að við látum of mikið eftir gagnvart þeim sem eiga féð þegar kemur að skattlagningu. Getur verið það að ástæðan fyrir því að þeir sem ættu að sækja að það er gert vel, sem var í verkalýðshreyfingin, kannski svona vinstri sinna flokkar, hafi ekki haft skattamál haft svona afgerandi á stefnuskránni og það ætti að vera. Já, við kannum að tala um þetta, við vinnum eftir 2016 þegar Katrín Jakobsdóttir ætlaði að tala um skattamál og þá kom skattakata og það var mikill áróður gegn því. Já. Og mér virkar svolítið þegar ég er að tala við stjórnmálafólk sem er í samfélkingunni eða VG, það er bara smeygt við að tala um skatta. Já, sko, skattar og láglegni skattar er aldrei vinsæl. En auðlegðarskattur ætti að vera vinsælt hjá 99% af þjóðinni. Já, það er bara einhvern veginn mjög erfitt að gera fólki grein fyrir því að það er hagsmunir alls fjöldans er að skattamálinn séu upp á borðinu og það séu allir skatlaðir eins. En ég veldi svo mikið fyrir mér hvað veldur þessari tregðu í íslenski stjórnsýslu að taka á þessum málum. Og svona ég sveiflast á milli þess að halda að þetta sé hvað viljaleysi eða kæruleysi, menn bara vilja ekkert vera að rugga bátnum. Eða þá að hreinlega að stjórnkerfið og þá bæði ráðuneytin og skattayfirvöld að þau séu ekki nægilega á tánum og eftir ekki nægilega vel meðvituð þessa hluti og kannski ekki heldur mótíveru til þess að atast í þessu svona ekkert óskaplega vinsælum. Ráðherrann er ekkert að biðja það? Það er engin þrýstingur frá svona valdhöfum að gera þetta og þá nú kannski ekki vanlegt fyrir svona neðri þrepin í kerfinu að gera mikið. Nei, Jóhannes Raunfjörð Karlsson sem að gerði ritgerðum þetta, hann held í fram hérna við Rauðaborð þegar ég talaði við hann nú startur út í Bretagne, talaði hann í gegnum netið. Hann sagði að sagan sýndi það að ef embættismenn sýndu dugnað í þessum málum, að þá mistu þau bara vinnuna. Já, það er kannski svo. Já, þetta er ekki. Heldur það getur verið og því slakari eða því minna sem embættismaðurinn leggur áherslu á það að hafa hér gott skattaeftirlit að því langlífar er enn í starfi? Ég skal nú ekkert segja það en ég vil ekkert leini þeirri skoðun minni að námtins pólitíska valds við efstu lögin í embættismannkerfinu eru allt of mikil. Það er óhjákvæmilegt að hvað maður segja vilji, hvort sem hann er úttalaður eða bara liggur svona loftinu, vilji ráðamannina hefur áhrif á þær, hvað maður segja, aðgerðir og viðhorf þeirra sem að þarna er neðan. Ég held að það væri mikið að bóta, það væri skorin mikið eða gerð mikið svona greinilegri lína á milli hinna pólitíska valds og embættismanna þessu leyti, til dæmis að afnema það að ráðherrar skip í embætti heldur að verði fundin einhver önnur leið til þess að gera það þannig að menn þurfi ekki að standa frammi fyrir því að eiga það einhverjum einstaklingi í ráðherrarstóla að þakka að hann sé í tiltekinu stöðu og svo framvegis eða haldi áfram því starfi sem hann hefur sitt. Og ég spyrir hvernig þetta er erlendis, er litið svo á að þetta mál, innheimta skatta, sé svona mikið réttlætismál í samfélaginu, það sé eðlilegt að tryggja svona gott sjálfstæði? Mér er ekki kunnugt um að það sé gert sérstaklega varðandi skatta, en hins vegar eru sko ráðningamálum og opinbera starfsmenn og sérstaklega forstöðumenn og stofnunum sem framvegis hagað með vísjöflum hætti og yfirleitt á þann veg að valda ráðherra í þessum öllum er minni heldur en hér á landi. Það eru þá óháða nefndir eða einhver ráðsefnarkvæmdi eða einhvers konar framgangskerfi sem að ræður eða mikið meira áhrif en hér. Það mætti skoða þetta því það lítur þannig út að það hafi verið raunverulega stefna íslenskra stjórnvalda að hafa skattaeftirlitið
tildulega slægilegt og skilja eftir gött eins og með eignarhaldsfélagi sem þú ert að benda núna. Og þegar ég sagði að þú hefði komið inn í ráðuneytið 2009 sem aðstofamaður Steingríms, að þá var eitt af því fyrsta sem því gerðu var að loka aflandsfélagunum, svona gátt sem að þar var, sem að hafði verið ábendingar til ráðuneytisins árum saman. Þær til að voru bara teknar upp úr ráðleggingu sem að skattundarskota nefndir á liðnum árum hafðu margótt bent á og bent á leiðir. Og sem að menn hafðu gert í útlöndu fyrir löngu síðan. Já, og jú, því miður svo að það er ekki bara að, hvað var að segja, tregða svona við að bregðast við svona röddum innanlands, heldur hefur líka skort mikið upp á það að Íslandsstjórn framfylgdu þó þeim ráðleggingum og í mörgum tilvikum samkomulag á milli ríkja hvað maður sé aðgerðir í svona málum, bæði innan Evrópusambandsins á vegum OECD og núna varðandi skattlagningu stórfyrirtækja, þar sem að G20 ríkin hafa komið sér saman ákveðnar meginaðgerðir skattlagningu alþjóðlegar félaga og lágmarksskattlagningu stórra fyrirtækja innanlands. Ég sé ekki að það sé nein hreyfing á þessum málum og við horfum upp á það að vera hér með alþjóðleg fyrirtæki eins og í áliðinu eða vantarlega í gagnavinnslunni og fleira þar sem að skilja nánast ekki krónu eftir í skattekjum hér á landinu þó að allur hagnaður þeirra komi héðan sko. Og séu vaxandi mjög í stóriðinni núna? Já, og nú en við höfum að fagna því að arður Landsvirkjun að hækki pínulítið. Já, og fiskeldi og vindorka verði í sömuleiðis í eigu einhver erlendra aðila og reynsla okkar af þessu er það að þessir aðila þeir borga ekki krónu í skatt ef þeir eru mögulega að komast hjá því. Og hvort þeir mögulega að komast hjá því veltur á því hvaða ráðstafanir yfirvöldi viðkomandi landi gera. Og við leifum svolítið að komast upp með það. Það er frækt álverið á Austurlandi sem hefur flutt út mikið álið en aldrei margir sett. Og ef ég maður rétt að þá í Noregi varðandi fiskeldi. Þeir voru að breyta þar, þeir alltaf að skattleggja. Já, þeir hefur líka með reglu það að við skattalega tekjufærslu hjá fiskeldisfyrirtækjum sem eigu erlendra aðila, þá ber að miðast við markaðsverð þar sem koma fyrir svo kallaða milliverðlagningu. En svo er pláa í íslensku sjávarútvegi þar sem menn að selja sjálfum sér á Norðurlandi. Og mér finnst normanna núna að vera stórmerkilegar, þannig að það er eitthvað sem að menn ættu að skoða, en þeir gera ráð fyrir leggir og auðlindarendu skattbæði á fiskeldi og vindorku framleiðslu og reyndar svona auka skattlagningun í vatnsorku raforku framleiðslu líka. Það er gert með því að það er tekjuskattur fyrirtækja sem er 30% í Noregi, svo fyrirtæki í þessum geira borga hærri tekjuskatt. Nei, það er þannig að það er að borga öll fyrirtækin, ég held að tekjuskattur í Noregi sé 22% á fyrirtækin. Og það er ekkert verið að breyta því að þau borga 22% tekjuskatt. Þar að auki borga þau skatt sem er 70% af hagnaðinum sem er reiknaður án þess að taka nokkuð tillit til fjármagnstilfærslna. Það er bara teknir brútt og tekjurnar og raunkostnaður. Rekstrakostnaður, en ekki fjármagnskostnaður. Ekki fjármagn, en fjárfestingin sem að þeir leggi, hún er dregin frá líka sko, þannig að það er ekki afskriftir af það tekjur sem umfram það, þá borga þeir sem sagt 40% af því til viðbótar við tekjuskattin, þannig að jaðarskatturinn þar samtals er 62%. Finnst þér þetta snjallt? Þetta er bara í raun og veru önnur leið til auðlendaskattlagningar, þar að segja í raun og veru er skattstofnin hliðstæður því sem er í veiðigjaldinu hérna, þar að segja að hann er reiknað með sama hætti. Í veiðigjaldinu reiknað út frá meðaltali fyrir allan atvinnugreinin, þannig þetta reiknað með á grundið til hversu eins fyrirtækis sem skiljanlegt sem aðstæðnar eru svo breytilegar til dæmis í raforku framleiðslu og svo framvegis. En prósentan herri? En prósentan herri? Prósentan herri, já, prósentan hún fer bara eftir skattinu sko, eftir hérna umfram hagnaðinu sko,
sem er reiknað með sem þetta. Þannig að þetta er ekki viðbóta tekjuskattur því að þar koma inn fjármálafærslurnar og afskriftirnar og vaxtareikningur og þess að það er öllu sleppt í þessu. Það er bara tekin raunkostnaðurinn og þar með raun fjárfesting og lagt á þann þessum út því kemur. Heldur að Íslendingar þetta skoða þetta í sambandi við sjálfsög? Alveg tímalust. Þetta er önnur, eins og ég segi, bara önnur leið til auðlindu skattlagningar og þetta gæti komið að góða nótum í sambandi við bæði fiskveiðarnar, við vindorkuframleiðsluna, við fiskeldið og svo framvegis. Þetta er til þess að gera einföld aðferð og hún byggist að fullu á gögnum sem liggja fyrir í framtölum og ársreikningu fyrirtækja þannig að við finnst glapræði að menn skoðu ekki þennan kost. Við kannski gerum það senna. En Indri, ég þakka fyrir að staldra þetta við á síðkvöldi, þetta skatta. Já, ég þakka bara sem þessu. Herðu, og þá er þátturinn búinn í kvöld. Ég þakka gestum mínu fyrir og ykkur sem voruð að hlusta. Hvet ykkur til þess að hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfið. Þið getið gert það með því að fara inn á samstöðun.is. Þið getið farið inn á YouTube rás samstöðurinnar, inn á Facebook rásina og læka þar. Þið getið líka gengið í Alþýðufélagið, það er inn á samstöðun.is. Þá getið þið gengið í Alþýðufélagið og lagt til dagskrárinnar svona litla áskriftis og kannski 2 kaffibóllar á mánuði. En að öðru leyti þá ætla ég bara að segja góða nótt.